Hæ. Í myndbandinu okkar í dag langar mig að fara í áherslu vikunar hjá okkur í Jakkafati Jóga sem Ujjayi öndun. Og kannski hefur þú einhvern heyrt þessa öndunaræfingu. Hún hljómar ofboðslega flókin en hún ótrúlega einföld í framkvæmd. En áður en við förum í öndunaræfinguna sjálfa, þá langar mig að gera með ykkur bara örstutt aðeins að mikið háls og axlir. Þannig að við komum okkur þægilega fyrir. Ég mæli með sitjandi stöðu núna því við ætlum að fara í öndunaræfinguna eftir, en það má þetta alveg standa líka. Þannig að við byrjum bara á að anda að og þrýsta öxlum upp að eyrum eins vel og við getum og slaka niður. Innöndun upp, dálítið fast og slaka niður. Og tvisvar í viðbót, förum hátt upp og fráöndun niður. Og tilgangurinn hér að búa til hita í öxlunum. Og ef okkur er illt í öxlum þá eigum við það til að fara bara beint inn í að teygja. En það er ekkert rosalega gott þegar við erum ísköld. Þannig að við byrjum á að hita okkur upp. Fyrir svo í hringi innöndun fram og upp og fráöndun aftur og bak og niður. Og við erum alltaf að vinna með öndun inn í hreyfingunum í Jakkafati Jóga. Þannig að það er mjög mikilvægt að nota öndunina sem svona mælikvarða á hversu vel okkur gengur. Ef við erum farin að halda inn í okkur andanum eða anda óbúslega grunnt, hratt, þá er það yfirleitt merki það að við erum að pína okkur aðeins svo mikið. Og núna erum við búin að snúa aðeins í hringi, teygjum þá hendurna fram, tóum herðablöðin aðeins saman og þrýstum þeim vel í sundur. Búum til hreyfingu á herðablöðunum, fikrum lófana aðeins upp á við í hverri hreyfingu, förum eins hátt og við getum. Og ef þið eru eitthvað eins og ég, þá sitið þið mikið og eru örugglega stíf í brjóstbakinu og þessi æfing er frábær liðkun. Við erum að reyna að hreyfa bara herðablöðin. Hendurnar koma niður með hliðum. Að lokum togum við axlirnar upp að eyrum aftur, alveg svo þegar við byrjum og svo látum við að detta. Þannig við togum upp og látum detta. Og svo í lokinu förum við inn í svona mildar hálsteygjur, höldum andardrættinu mjúkum. Við ætlum varlega fram og aftur og út til beggja hliða, snúum upp á hálsinn og endurtökum þær æfingar sem við finnum að við erum stíf. Ég finn til dæmis að ég er mjög stíf megin í hálsinum. Þannig ég ætla aðeins að halda henni og þið haldið ykkar stöðu. Svo komum við með höfuðið inn í miðju og tæklum þá Ujjayi öndunina. Eins og ég sagði áðan í byrjun þá hljómar þessi öndunaræfing afskaplega flókin en hún er mjög einföld í framkvæmd. Þannig að það sem við byrjum á að gera, ætlum að lyfta öðrum lófunum og ímyndum okkur og við höldum á litlum spegli. Og við gerum þetta pottþétt öll þegar við vorum börn. Við vorum að búa til móðu á spegil eða á glugga með því að anda frá okkur. Og við ætlum að gera það núna. Þannig við öndum að inn nefið og fráöndun búið til móðu á ímyndaðan spegil sem við höldum á inn í lófunum. Gerum þetta nokkrum sinnum, inn nefið og út munninn. Munnurinn er alveg slakur og ef þið finnið hitann frá andardrættinum lenda á lófunum ykkar, þá það að gera þetta alveg rétt. Haldið aðeins áfram og veitið athygli hljóðinu sem myndast í hálsinum líka. Ef þið heyri hljóðið, þá það alveg réttri braut. Þá getið alveg slaka hendinni niður og haldið bara áfram að búa til hljóðið á fráöndun. Inn nefið, út munninn. Og hljóðið er ekkert mjög hátt, nógu hátt þess að við heyrum það en ekkert endilega allir í kringum okkur. Og það sem þessi öndunaræfing gerir fyrir okkur, og haldið aðeins áfram á meðan ég útskýri af hverju við erum að gera hana. Það sem þessi öndunaræfing gerir fyrir okkur er að ósjálfrátt hægist á önduninni hjá okkur. Þannig að öndunarrýmið stækkar, við dýpkum öndunina, við öndum meira lofti að okkur og við náum að senda svona róa líkamann, við sendum svona slökunarboð út í allan kroppinn. Þannig að við höldum þessu aðeins áfram, inn nefið, út munninn. Og ef þið heyri hljóðið í hálsinum, prófið þá næsta skref væri að loka munninum en halda samt áfram að búa til hljóðið. Inn nefið, alveg svo áðan, og svo út nefið
en við búum ennþá til hljóði hérna aftast í hálsinum. Lokatakmarkið væri svo að búa til hljóðið bæði á inn- og útöndun. Prófið þetta nokkur skipti og ég ætla að láta fylgja með þessari æfingu í dag. Ég ætla að setja hérna í komment link á upptöku sem útskýrir þessa æfingu ennþá betur. Þannig ég ætla aðeins að gefa ykkur aðeins meira í þetta sinn, ekki bara live myndband þar sem ég eitthvað að leika mér, heldur fáið þið svona alvöru upptöku. Þannig að ef þetta hjálpaði ykkur að læra aðeins meira útjá í öndun, endilega skiljið eftir komment og ykkur fannst þetta hjálplegt með að alveg deila þessu. Og svo bara sjáumst við í næstu viku með næstu áherslu. Þá til það. Bless, bless.